Ég og kannski Aron, við byrjum hérna. Þú og Axel getið farið hérna og svo kannski tökum upp aðeina. Það voru allir svo jákvæðir. Þegar við vorum búin að segja, af hverju við vorum að gera það. Við vorum að læra þessu fólki það. Hjálparstarf kirkjunnar var stofnað 1970. Þannig að við erum að fagna 50 ára afmæli þessar mundir. Við erum með skrifstofu í Reykjavík. Þar eru 3 félagsráðgjafar sem að sinna innanlandsstarfinu og síðan fræðslufulltrúi, upplýsingafulltrúi, bílstjóri og skrifstofumanneskja og svo ég framkvæmdastjóri. Við erum að aðstoða fólk alls staðar á landinu, hvar sem það býr, á öllum aldri, bara frá því unga börnum og upp í öldunga. Þetta getur verið tengt því að fólk nær ekki endum saman, á ekki fyrir matjafnvel í lok mánaðarins, þá þetta að fá inneignarkort í matarverslanir. Við erum með opna skrifstofu og það ekki mjög oft sem að þú nærð í félagsráðgjafa bara með því að labba inn og segja gæti ég fengið að spjalla í félagsráðgjafa. Þá erum við hluti af lúterska heimssambandinu sem eru starfandi í tæp 100 löndum og við erum líka hluti af ACT Alliance sem eru starfandi í 140 löndum. Þannig að þegar kemur upp einhver neyð, þegar eitthvað gerist, þá höfum við staðarfólk til að bregðast við. Það styrkur þess að vera kirkjutengdur vegna þess að það ekki til næstu því land þar sem ekki kirkjutengd kirkja eða kirkjutengd stofnun. Hjálparstarf kirkjunnar ekki með trúboð. Það bara að hugsa hvar getum við hjálpað. Þegar að við metum þörfina fyrir aðstoð, þá skipta trúarbrögð þess sem við viljum aðstoða engu máli. Og sem prestur finnst mér þetta líka svo dásamlegt að því að 2000 vers í biblíunni af 30.000 snúast það að hjálpa þeim sem minna mega sín. En það ekki verið að spurja hver kynhneigðin, hver trúin, hjálpaðu bara þeim sem þarf á því að halda. Við hjálpum fólki þar sem þörfin fyrir aðstoði mest. Og þar sem við hjálparstarf kirkjunnar erum ekki til fyrir okkur, heldur fyrir þá sem til okkar leita. Þannig að við erum alltaf að þróa og bæta starfið okkar eftir því hver þörf einstaklingan sem hingað leita eftir aðstoð. Það mjög fjölbreytt starf sem við sinnum hér á Íslandi og það hefur ekki síst komið í ljós núna á COVID-tímum. Þannig að við viljum segja að við viljum fagna 50 árum með því að vera ennþá sveigjanlegri og sinna ennþá betur hlutverki okkar að sinna þeim sem að þurfa á stuðningi halda bæði á Íslandi og líka erlendis. Í Eþíópíu erum við að vinna í fylki sem heitir Sómalí-fylki og það eitt af 4 fátækustu fylkjum í Eþíópíu og við erum að vinna í héraði sem heitir Djidjika. Ég var svo heppinn að fá að fara til Afríku og til Eþíópíu svona rótari. Ég dekki kvikmyndatökumanninn og það þarf ýmislegt til að hjálpa við, það þarf að halda á ljósunum og það þarf að muna eftir öllum snúrunum og ég veit ekki hvað og hvað og ég vissi eiginlega ekki neitt Eþíópíu. Jú, ég vissi að þeir eru með einhverja bestu langhlaupara sem að þú finnur. Ég vissi hvernig fáninn á litinn og að höfuðborgin heitir Addis Ababa. Því að ég vissi svona lítið Eþíópíu, þá var svo gaman að fá að koma þarna út með fólki sem þekkir aðstæður. Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri, hann hefur búið þarna í 18 ár. Hann talaði við fólki þegar við sátum í bílunum. Þá var hann bara að segja brandara og þau hlógu mikið og svo fór hann að segja okkur hvað það hefði verið að gerast. Og Kristín Ólafsdóttir, sem fræðslufulltrúi, hún hefur líka unnið í 3 mismunandi Afríkulöndum og hún og Bjarni hafa bæði reynslu, þekkingu og menntun í því hvernig gerum við það mesta úr peningunum. Þegar verkefni byrjaði 2007 þurfti að ráða starfsfólk og það allt saman innlendir aðilar sem að stýra verkefninu frá skrifstofu í Djidjika bæ og síðan verkefnið Djidjika hérað þannig að það eru mörg svæði þar sem vantar vatn. Þannig að þegar við höfum hjálpað fólkinu á stað og við getum fylgt verkefninu eftir þar en höfum peninga til að byrja annars staðar, þá gerum við það. Þannig að smám saman að þá dekkum við allt svæðið. Og maður gat séð skýrslu, þetta eru peningarnir sem við fengum, hvernig notum við það. Og svo sett markmið, þetta ætlum við að reyna að gera, 92% af markmiðunum hafa náðst. Við erum komið 500 kall. 500 kall. Það voru allir svo jákvæðir. Þegar við vorum búin að segja, af hverju við vorum að gera þetta og skildi fólk það fannst þetta bara mjög, flott hjá okkur og þá náttúrulega fannst okkur þetta bara svo gaman að þetta var ekkert mál. Já, eiginlega bara það. Við erum að fara að safna pening fyrir hjálparstarf kirkjunnar. Hvað er það? Er það gaman? Jú. Var þetta í Vestmannaeyjum?
þó kannski fyrirfram væri það ekkert skemmtilegt að ganga í hús og biðja pening, en út af þau vita hvað það gerir mikið gagn. Og hvað í rauninni, kannski 1.000 kall eða 1.500 kall getur nýst ótrúlega vel, að þá hafa þau gaman að þessu. Það skiptir máli að fara mjög vel með fjármunina og við tryggjum það með því að fylgja þessum faglegu reglum og vera hluti af alþjóðlegum samtökum sem að samþykkja ekkert nema 100% góð vinnubrögð. Þannig að þegar við komum á svæði, þá á fólkið ekki neitt. Vatnið upphaf alls. Ef þú hefur ekki vatn, hvað hefur þá? Það er ekkert sem að líkaminn getur verið skemur án heldur en vatn. Því annars bara lifum við ekki. Eitt af því fyrsta sem ég gerði í dag var að skrúa frá krananum og þvo mér í framann og bursta tennurnar úr hreinu tæru vatni. Sumir, þeir vakna á morgnana og langa líka til að fá sér hreint vatn og þrífa tennurnar, en þeir kannski fara í brúsa með brúnu vatni, af því það eina vatni sem til er. Það var kannski sótt daginn áður, gengið í marga klukkutíma að sækja það, en það brúnt og skítugt. Og ekki bara drullupottur eins og við þekkjum á Íslandi, þetta líka það sem að dýrin koma til að fá vatn og skilja svo eftir sig skít sem að rennur út í vatni, og þetta var svona drullupollur með skít. Og dýrin, þau náttúrulega hugsa ekkert það hvar þau ganga örna sinna og fólki drekkur sauðmengað vatnið, sýkist niðurgangspestum og kóleru og þegar það langt í sjúkrahús, þá lífið erfitt. Ég veit ekki hvort að þú getur hugsað þér að taka brúnt vatn og fá þau smá sopa og busta svo tennurnar. Ég held ekki. En það það sem að margir þurfa að gera þangað til brunnurinn eða vatnsþróun komin. Við stefnum alltaf að því að hjálpa til sjálfshjálpar. Þannig að fólki vinnur í raun og veru vinnuna sjálft. Við komum til hjálpar þar sem að þau hafa ekki tól og tæki eða peninga sem vantar til þess að fara af stað með eitthvað. Og að hjálpa einhverjum til að hjálpa sjálfum sér kannski mikilvægast sem við gerum í hjálparstarfi. Í verkefnum okkar þá byrjum við ekki á því að segja að við ætlum að útvega ykkur þetta eða gera þetta eða hitt fyrir ykkur. Þetta spyrjum við fólkið, hvað vantar ykkur helst? Hvernig forgangsröðin hjá ykkur? Hér í Djidjika-héraði sjáum við dæmi það, þar sem að fólk hefur sagt, við viljum brunn. Og þá það fólki sem að vinna vinnuna og byrjar á að grafa hóluna eins og við sjáum hér. Og síðan það við sem að komum til þegar vantar eitthvað upp á, eins og kannski pumpuna, að loka hólunni með steypu, þá komum við inn og útvegum það sem upp á vantar. Varðandi sjálfbærnina, þá höfum við því miður mörg dæmi þar sem að utanaðkomandi aðilar hafa komið með tæki og verkfæri og grafið brunn og fólki fær sér vatn brunnunum, en enginn spáir í hvernig á að halda brunnunum við, enginn gengur mjög vel brunnin, þetta bara þeir kom bara aftur ef brunnurinn bilar og þá lítil not af brunnunum kannski eftir 1, 2, 3 ár þegar eitthvað bilar. Í neyðaraðstoð þá stundu þarf að senda bara 10 tonna frískrjónum, vegna þess að það þá fólk á svæði þar sem að það engin matur og það getur ekki bjargað sér sjálft. Það verður bara að fá mat og þá sendur þeim 10 tonn af frískrjónum og það getur borðað það þangað til það klárast. Þannig getur þú samt ekki unni hjálpastarf. Því hjálpastarfið, það á að duga til lengri tíma. Þannig að það mjög mikilvægt að gera ekki þetta, ekki koma með þyrlu og sturta einhverju niður og skilja eftir og hverfa svo á braut og ætla svo til að eitthvað gerist að sjálfa sér. Það verður að hafa fólki með í því sem verið að gera og fólkið vill gera það sem það getur gert. Þá komið þekking. Svo viljum við að þau taki yfir og sjá viðhald og við förum á næsta svæði og annað svæði og gerum það sama þar. Og þannig verður verkefnið sjálfbært og það sjálfshjálp. Þegar að við þurfum ekki lengur að koma inn. Við vorum að læra þessu komputa. Við erum búin að skipta bænum upp í svona hverfi, þannig að það tekur engin sömu götu. Þau fara alltaf 2 og 2 saman eða fleiri og það skiptir miklu máli að þau passa sig. Og við leggjum líka mikla áherslu á þessu kurteis. Við vorum að safna pening fyrir fólki í Afríku. Ef fólk ekki heima þá setjum við svona í lúguna. Hundur
bara gert á okkur. Það var svo jákvæð viðbrögð. Væri betra bara næst að hafa posa. Og maður sá miklu þurrari og svona erfiðari jarðveg heldur en maður sér á Íslandi. Og svona grænt gras eins og við þekkjum það sá maður ekki. Það er mjög langt að fara þar sem vatn er. Stórt svæði sem er mjög þurrt. Og þar reisum við vatnstrær sem eru svona eins og stóra sundlauga sem að safna rigningavatni. Þannig að það er mjög mikilvægt að safna rigningavatni þegar það rignir. Þá rignir mikið og þá fyllast þessar vatnstrær, þessar sundlaugar og þá hefur fólk aðgang að vatni í marga mánuði á ári nær sér. Þegar rigningatíminn er búinn, þá náttúrulega kemur ekki meiri rigning í vatnsstrána í nokkra mánuði, en þá eru líka tröppur sem að ná alla leið niður í botn. Þannig að fólk fer alltaf neðar og neðar til að sækja vatnið. Fólki sjálft að útvegar ákveðnar jurtir sem að mynda svona græna slíkju yfir vatnsstræðnar. Það virkar frekar ógeðslegt, en þetta er mjög sniðugt vegna þess að þessi græna jurt, hún breytir ekki miklu gagnvart vatninu nema að hún kemur í veg fyrir uppgufun og heldur moskítóflugunum frá. Svo þegar fólk kemur til að fá sér vatn, þá ýtir það bara þessari jurt í burtu og fær sér vatn undir og fer með í brúsi heim. En í verkefninu er mjög margt annað, stundum er hægt að grafa brunna. Nú erum við komin hingað aftur ári síðar og komið með mér og sjáu þið hvað er hér. Hér er komin þessi frábæri brunnur með hreinu tæru vatni sem að samfélagið hér í kring getur notað. Svo var það þessi unga stelpa sem við kynntumst. Hún var með bróðir sinn á bakinu. Hún sagði oft þurfti hún að ganga með hann til þess að sækja vatn. Og hversu lengi? Í 3 klukkustundir aðra leiðina. Þetta var á verkefnasvæði sem við vorum að byrja að vinna. Við vorum eiginlega í rauninni að meta aðstæður ennþá. Hver þörfin var á svæðinu. Þessi litla stúlka með barnið á bakinu, hún er dæmi stöðu stúlkna. Þær hafa alls konar skyldur, þær eiga að sækja vatn og þær komast ekkert undan þessum skyldum. Og kannski er það að fara í hálfgerðan drullupoll að sækja óheilbrigt vatn. Og hugsa þér, ef þú getur á hverjum einasta degi sparað þér 5 til 6 klukkutíma sem þú hefur alltaf notað til að labba. En þessari stelpu dreymdi ekki fyrst og fremst hreint vatn. Hennar stærsti draumur var að fá að fara í skóla. Ef að stelpan þarf að fara langa leiðir að sækja vatn, þá verður hún að sinna því í marga klukkutíma. Þegar hún kemur tilbaka, þá er skólinn bara búinn. Þannig að vatnið er ekki bara betri heilsa og betra vatn, heldur möguleiki til að fara í skóla. Það skiptir svo sannarlega máli þó maður getur ekki hjálpa nema einu. Svo er ótrúlega upplifun að keyra í öllum þessum hita og sjá fólk vera að labba langa leið. Koma þá að brunni sem er merktur hjálparstarfi kirkjunnar á Íslandi. Við erum svo heppin að við hefum frábæra sjálfboðaliða sem að bara sjá fattarúthlutuna. Við sem erum hérna á miðvikudögum, við tökum við fötum sem að fólk gefur og við förum yfir og flokkum og setjum í hillur eftir hvort það er fyrir stráka eða stelpur eða konur eða kalla. Yndislegt að fá þetta. Við erum með strákadeild og svo stelpudeild hinum megin. Hlífðarfatnaður sem að fólk getur fengið ef á þarf að halda og ef við höldum áfram hingað þá förum við yfir í kalla- og kvennadeildina.
Félagsskapurinn náttúrulega stórkostlegur. Stelpunir sem eru hérna með mér, þær eru bara yndislegar. Við erum svo heppin að okkar sjálfboðaliðar hafa bara verið með okkur í fjölda ára. Hvernig er að flokka íslenska ullina? Mikið af fallegum fötum, íþróttaföt, hingað koma þeir sem þurfa á því að halda og fá þjónustu og afskaplega góða nærveru frá fólkinu sem hérna á skrifstofunni. Við getum heldur ekki haldið út jólaaðstofunni án sjálfboðaliðan okkar. Því jólin sá tími ársins sem að flestir þurfa aðstofa að halda. Og það líka þetta góða fólk sem kemur með fötin. Þetta ómetanlegt. Í byrjun desember fyrir fólk að koma og fá útlutuð jólaföt og jólagjafir. Það ekki bara ein saga. Þær eru mörg þúsund, tugþúsundir. Því fyrir hvern einasta sem við hjálpum einhver mögnuð saga. Og ein skemmtilegasta sagan sem við upplifum var þessi kona sem fékk bara lán. Örlán það kallað, þetta ekki há upphæð, 18.000 krónur. Í Djidjiga það þannig að karlarnir hafa mun meiri völd en konur. Og það eru þeir sem taka ákvarðanir. Konurnar sjá uppeldi barnanna, þær sjá að elda og halda heimili. Konurnar vinna flest verk og þar fá ekkert endilega einu sinni þakklæti fyrir og alls ekki borga fyrir. En Mariam, hún sem sagt frábært dæmi hvernig verkefnið getur borið árangur. En hún fann oft fyrir því að ég hefði viljað geta gert þetta fyrir börnin mín. Ég hefði viljað hafa pening til að kaupa meiri föt eða styðja þau betur í skóla eða eitthvað þannig. En hún hafði ekki tækifæri til þess því að hún hafði ekki yfirráði við neinum fjármunum. Hún var með þeim fyrstu sem fékk örlán sem við köllum og byrjaði með litla búð og að því hún ofsalega dugleg og þá gekk þetta svo vel. مشروعها كهر noloshaydu waxba oo iska liidati. Waxaan ku farxay inuu fiican yahay oo tababarkani anigana dantayda yahay oo ku baraarugayo maskaxdaydani ay shaqaynayso. Wixii hore hadii fadhigii hore fadhiyay aan ka baraarugayo oo hawl qabsanayo. Markii lacagtii la siiyay ayaan ku shaqeeyay. Markaan ku shaqeeyay baan siiyay geel baa siiyay. Frá því hún fékk þetta lán hafði hún lagt hart að sér í skólanum. Hún hafði alltaf hugsað ég ætla og ég skal. Hún hafði náð þeim árangri að frá því að fá 18.000 króna lán þá var hún komið fólk í vinnu til sín. Hún átti úlfalda sem eru ótrúlega mikilvæg dýr á þessum stað. Þetta bara eins og að eiga einhvern gríðarlega flottan Benz eða ég veit ekki hvað. Og mér þótti sérstaklega skemmtilegt að hún var meira sem farin að selja sólarrafhlöðu tæki. Og það veit ég eftir þessa ferð að það nóg af sól í Afríku. Hún borgaði tilbaka lánið og þá heldur sá peningur áfram til annara kvenna sem fá lán. Þegar maður spyr hana svo, og hvað gerum við peningin? Ég nota hann fyrir börnin þannig að þau fái allt sem þau þurfa sambandi við skólan og föt og mat. Og það nú, rannsóknir hafa sýnt það að konurnar, þegar þær fá tækifæri og þær hafa peninga, það nota þær það fyrir börnin, fyrir samfélagi. Waxaan odhan lahaa sidaasaan anagu ku noolhaan odhan lahaa noloshaydu wataa adarkiisii. Við trúum því að til þess að samfélagið allt vaxi að þá þurfi að efla völd og áhrif kvenna. Kallarnir eru kannski pínliti eigingjarnari og nota þetta fyrir sjálfan sig eða kaupa nýjan riffil eða eitthvað flott fyrir sig. Anaa iska maamula. Wixii reerka u soo qabta waa noo dhaxuna wuxuu isagu shaqo ku leeyahay ma kama yeelayo. Ma raalli buu ka yahay inaan aanu ku shaqaysto aan ilbax ku keeno. waxaad tidhaahdee waxaan ku farxnay dheesh wax yar yar ay kolkii hore noo soo baxayay dee aan kala qaybsanay baa noo kaydsamay dee. Þá aldrei einhver einföld lausn á vandamálinu. Eins og til dæmis það sem skortir vatn, þá svo margt annað sem skortir. Það mjög mikilvægt fyrir þeim að dýrin hafi það gott. Að dýrunum líður vel og þessi heilbrigð gefi mjólk og geti fætt mörg afkvæmi og svo framvegis. Þannig að það var byrjað á að þjálfa það sem við kallum dýraliða. Þeir fá kennslu í svona grunnatriðum í sambandi við umsjón á dýrum, bólusetningu, einföld lyf sem hægt að gefa við algengustu sjúkdómum og það hefur borið mikinn árangur. Cudurkii waan ka dabar jarnay waan la tacaalay wax badan baan dhex soconnaa wixii hayana waan tuqnaa waan daaweynaa hadda. Og meðal annars í því þá hefum við reynt líka
að þjálfa konur, þannig að þær getur orðið dýraliðar. Þannig að það þarf að vinna verkefnið svolítið svona á mörgum sviðum. Og líka bara að muna að margt smátt gerir eitt stórt. Já, klálega. Það er alltaf nokkur 100.000 sem safnast á hverju ári. Eins og til dæmis í fyrra, þá safnast 300.000. Endilega takk vel á móti fermingarbörnum. Alveg frá byrjun verkefnisins þá var byrjað að skoða fæðuöryggi. Fólkið er svona hálffirðingjar, þannig að það er bæði með dýr og rækta landi þegar það býr fast ákveðna mánuði á ári. Þá er mikilvægt að kenna nýjar aðferðir sem að gefa betri árangur og svo er líka hægt að fá öðruvísi korntegundir sem að þola minni raka eða sem þurfi ekki eins mikla rigningu. Og eitt af því sem skiptir máli þegar maður er að sá fræi er að rista dýpra, þannig að þá festir fræið betur rætur og nýtir vökvann betur og í verkefninu þá var það bara tekið upp með Landbúnaðarháskólanum í Titjika hvort það væri hægt að hanna nýja plóg. Áður voru þau kannski bara með viðinn og spýtu sem að fór ofan í jörðina, en núna er þetta komið járnoddi, hún fer dýpra og hún dreifir moldinni líka betur sem að gefur betri uppskeru. Þessi planta hérna, mórenga, sem að fólk notar meðal annars til að lækka blóðþrýstinginn, hún lyktar eins og hnetusmjör og svo bragðast hún alveg eins og gamla góða hundasúra. Verkefni okkar í Titjika er gott dæmi hvernig við störfum. Hvernig við störfum í raun og veru í öllu starfi, bæði erlendis og á Íslandi. Að nálgast fólk þar sem það er og sinna þörfum þess á heildrænan hátt til þess að saman, allir verkþættir saman skili góðum árangri. Svo erum við með frábært verkefni, samstarfi Hjálpræðisherinn, sem er fyrir erlenda konur. Annars vegar eru það hælisleitendur og svo innflytjendur og stundum er mikið gleði hjá okkur þegar ykkur fær leyfi til að vera hérna og stundum mikið sorg þegar ykkur fær brottvísun. Þarna erum við samankomnar og erum að sauma og saumum bara úr afgöngum, öllu afgöngum sem okkur er gefnir að efni og erum að sauma frá grænmetispokum, pokum, dúka, jólapoka, bara allt mögulegt. Bara efni svolítið segja okkur hvað við getum gert úr því. Fyrirtæki hefur keypt þetta til að pakka jólagjöfum í staðan fyrir pappír. Við höfum verið að selja ráðstöfnur því að það kostar peninga endurnýja saumavélar og kaupa nál og tvinna og allt þetta. Þannig að þetta er svona dæmi vel heppnað verkefni þar sem að fólk situr og gera eitthvað í höndunum og enda daginn að borða. Það var mest af þúsundgöllum og klinki bara. Þetta var mjög skemmtilegt. Þetta var mjög gaman. Þetta var miklu auðveldara en ég hélt og já, það var engin heifa. Sko, Keflavíkurkirkja hefur yfirleitt náð sem réttur um 300.000. Þannig að ég vona að við náum því marki. Það er svona sirka fyrir einum brunni. Aðalatriðið er alltaf að útvega hreint drykkjarvatn. En leið þá erum við að hjálpa fólkinu að fá betri næringu með því að fá betri kodd til að rækta, bæta heilsu búfénaðarins og svo erum við líka að stuðla því að það verði meiri jafnrétti, þá fer lífið hér af stað. Þess vegna höfum við það svona fjölþætt verkefni. Mér langar að undirstrika hvað einn fermingahópur getur skilað miklu. Hann getur kannski safnað fyrir einum brunni og ég sé það sjálfur að þessi brunnur hann bjargar mannslífi. Það eru börn sem að hafa fengið óhreint vatn og fengið allt og lítið vatni sem hafa dáið vegna þess að það er of langt að sækja vatn. Þegar brunnurinn er kominn, þá er gott vatn bara í næsta nágrenni. Og þannig bjargar hreinlega einn brunnur sem að einn fermingahópur safnar, hann bjargar mannslífi.